Hæ, Lúkas hér, þetta er líffræðiverkefni mitt. Ég veit ekki hvort ég má skila þessu á þennan hátt, þannig að ég ætla að taka alltaf tvær spurningar í einu, bara til öryggis. Og við ætlum að byrja á kirni. Kirni getur maður séð á, getur maður séð, þegar horfir á mynd á frumu og kíkir í kjarnan og þá er það dökku okur litlu punktarnir. Það eru kirnin og þau hjálpa við ríbósamframleiðslu, þau hjálpa líka við mRNA, uh, já og aðalega tengt myndi ég segja ríbósóm. Um, Næsta spurning var RNA, man ekki alveg, ég hefði bara útskýrð RNA, minni mig að ég sá. RNA er sem sagt einþráða, það er sem sagt ekki DNA. DNA eru við, bara allar upplýsingar um okkur, en DNA inniheldur líka upplýsingar hvernig á að varðveita lífsferli sitt sjálft. Þannig að RNA hjálpar DNA-inu að senda skilaboð, sem sagt RNA les þá þráðinn, DNA-þráðinn og sendir mRNA skilaboð út í útfrymið eða út fyrir frumuna eftir hvaða prótein þarf að búa til og eftir hvaða starfsverkferlar próteinið þarf að sinna. Ég ætla svo að taka næstu tvær spurningarnar í næstu klippu. Ég vona að það sé í lagi. Takk. Hæ, partur númer 2. Ég ætla að tala um DNA eða mítósu. Mítósa er þegar DNA-þráðurinn skiptir sér í tvennt og báðir litningar verða ákveðin fyrirmynd fyrir hvort annað og svo fer í gang basapörun, sem sagt AVT og CVG og þannig þannig verða til sem sagt tvær dótturfrumur úr upprunalegu frumunni og sem gegnir sama starfi og upprunalega fruman sem mér finnst vera mjög cool. En næst ætlum við að fara í próteinframleiðslu, minni mig. Það er síðan svo spurningin. Próteinframleiðsla gerist sem sagt í frumukjarnanum og DNA eins og við höfum, eða ég hef rætt í þessu vídeói, þarna þegar það er RNA sem sagt sem að afritar upplýsingarnar sem að DNA-ið vill hvaða starfsferlar eiga að fara í gang. mRNA fer svo út fyrir kjarnan og ríbósómin taka það upp og breyta það í alls konar amínósýrur eða það fer út í útfrumið eða út fyrir frumuna, bara hvað fruman er að gera. Og já, þetta er svona mín útskýring á spurningunum sem að komu fram í þessu verkefni. Ég vona að ég hafi verið skýr og farið á einhverju leveli vel í efnið. Takk fyrir og ég hlakka til að læra meira.